En við byrjum á umsókn Íslands til Alþjóða gjaldeyrisjóðsins sem tilkynnt var í dag. Geir H. Haarde, forsætisráðherra, sestur hjá Sölva. Geir, velkomin. 2 milljarðar dollara, fyrsta spurning, gjaldeyrisjóðurinn segir að við þurfum 6 milljarðar dollara, hvernig ætlum við að brúa þetta? Já, það auðvitað ekki nákvæm spá um það hvað við þurfum mikið til viðbótar en við höfum þegar í dag haft samband við nokkur önnur lönd. Seðlabankinn sendi út bréf strax eftir að þetta lá fyrir. Hvaða lönd? Til Norðurlandana, til Evrópska seðlabankans og til Bandaríkjanna. Og við höfum ástæðu til að halda að í það mesta Norðurlöndin hafi áhuga á því að koma inn í þetta með okkur. Og það var alveg legið fyrir á þeirra hálfu að þau var okkur með vinveitt og vildu leggja okkur lið. En vildu gjarnan tengja það okkar samstarfi við Alþjóða gjaldeyrisjóðinn og nú það sem sagt komið. Síðan eru auðvitað viðræður í gangi við Rússana, það ekkert búið að slíta þeim. En mun það lán lækka verulega? Já, ég býst nú við því að við þurfum ekki á jafn miklum peningum að halda og við vorum að tala en þó var ekkert búið að ákveða neitt það, þannig að við getum ekkert gengið að því vísu. En þið ætlaði að leita aftur til Bandaríkjamanna þrátt fyrir söguna sem við þekkjum að þeir vildu ekki gera við okkur samning þegar þeir gera samning við hinn Norðurlöndin? Já, það mál snerist nú reyndar ekkert það hvort þeir vildu hafa okkur með eða ekki. Þeir voru að gera samninga við sem sagt stærri lönd, en síðan var sérstaklega leitað eftir því við þá og þá var því hafnað. Þannig að nú mun reyna á það hvort að þeir hafa áhuga á þessu núna eða ekki. 6 milljarðar dollara, þetta er upphæð sem að segja okkur allavega það að skuldir bankana sem að voru einhverjir 9.000 milljarðar, við erum ekki að fara að borga þær. Nei. Og gjaldeyrisjóðurinn að leggja blessun sinni yfir það að við afskrifum stærstan hluta af skuldum bankana. Við gerum greinarmun á því hvað eru opinbera skuldir og hvað eru skuldir einkaaðila. Og þetta mál hefur snúist það að skuldir einkaaðilana, bankana, færist ekki yfir á almenningi í landinu. Þess vegna hefur við þurft að leggja á okkur það sem er búið að vera í gangi eftir að bankarnir fóru við að greiða úr þessari flækju allir saman til þess að koma í veg fyrir það að seinni tíma kynslóður Íslendinga sitja uppi með þær skuldir. Er þá að koma á daginn að þetta eru svona 5-10% sem við borgum og 90-95% eru afskrifaðar? Það er ekki hægt að leggja þetta svona saman vegna þess að við Íslenska ríkið hefur haft algjörlega hreina áru, ef svo mætti segja. Við höfum alltaf staðið í skilum og okkar skuldbindningar og munum auðvitað gera það áfram. En fyrir hvað er þá almenningur að borga þessa 6 milljarðar dollara, 600 milljarðar? Já, nú þarf það að gá að því að það er ekki víst að við þurfum að nota alla þessa peninga. Við þurfum á því að halda að taka hluta af þessu til að fleita inn á gjaldeyrismarkaðinn, ef svo mætti segja, hafa fé til ráðstöfunar til þess að setja eiga þar gjaldeyrisviðskipti og mynda nýtt gengi, nýtt stöðugt gengi fyrir íslensku krónuna. Síðan þurfum við að hafa eitthvað af þessu bara sem varasjóð og ég ger ráð fyrir því að eitthvað af því sem aðrar þjóður kemur með yrði notað sem varasjóður sem við getum þá gripið til en ekki til að fjármagna innflutning eða rekstur ríkisins eða þess að. En nú koma þessi peningar ekki í landið fyrir en ef allt gengur eftir þá koma þessi peningar, koma 850 milljónir inn í landið, 850 milljónir dollar eftir einhverja 10-15 daga. Hvað gerist þangað til? Verður áfram frost? Nei, ég held nú að bara þessi tilkynning í dag og það er allt útlit fyrir það að þetta mál sé að komast í höfn muni hafa jákvæð áhrif á markaðinn. Ertu sannfærður það? Já, ég get ekki fullir það með vissu en ég tel það mjög líklegt og ég vil nota tækifærið og beina því til aðila sem eiga möguleika á því að taka gjaldeyri hingað inn í landið, útflytjendur og aðrir slíkir að þeir geri það. Ja, þú gerði þetta, myndist þið mitt á þetta á fundinum í dag, þú skoraðir á útflytjendur að koma með gjaldeyri heim, þá spyr ég þig hvað með auðmenn? Við höfum átt 2 menn sem hafa verið á lista yfir 1000 ríkustu menn í heimi, verða þeir ekki að koma með sína peningar inn í landið? Það væri auðvitað mjög æskilegt ef að menn gerðu það af húsum og frjálsum vilja. Ég hef reyndar alltaf talið að það væri óeðlilegt að menn væri að flytja peninga sína til útlanda og koma sér fyrir í öðrum lögsögum, svo mætti segja. Bæði skiptir það máli vegna skatttekna og þess að taka þátt í að byggja upp okkur þjóðfélag. Þannig að ég held að það sé eðlileg ósk til manna. Já, þú skorar á útflytjendur og skorar þá líka á auðmenn? Já, ég veit nú ekki alveg hvernig á að skilgreina þann hóp, en það eru íslenskir aðilar sem eiga fullt af peningum. Já, ég myndi skora á þá líka að þeir kæmu hingað heim. Þú vilt fá þessi peningar í landið? Já. En þetta er lánadag og það sem að gjaldeyrisjóðurinn segir við þurfum 6 milljarðar dollara. Þetta ef við færum þetta yfir á mannamál þá þetta 2 milljónir á hvert einasta mannsbarn á Íslandi. Almenningur vissi ekkert fyrir svona mánuði síðan, þetta eins konar áfall fyrir þjóðina. Skilurðu reiði fólks? Já, ég skilu þetta reiði margra og margir hafa orðið fyrir því
að tapa peningum í þessu, fólk hefur mist hlutabréfin sín til dæmis í bönkunum og það óvissa aðra þætti. En við erum ekki að óska eftir lánsfé í útlöndum til að eyða því í einhvern rekstur eða óráðsíu hérna heima. Við verðum að styrkja gjaldeyrismarkaðan okkar og búa til hér nægilega varasjóði. Við erum að taka lán út af óráðsíu eða mistökum sem hafa verið gerð. Við erum að endurfjármagna bankana. Þeir fóru á hausinn. En til þess að geta haldið uppi hérna eðlilegri bankastarfsemi í landinu, þá þurfum við að leggja þeim til fjármagn. Þess vegna munum skuldir ríkissjóðs allavega nokkur ára skeið hækka mikið, en síðan munum við auðvitað reyna að losa okkur aftur við þetta og fá þetta greitt tilbaka. Menn taki ekki svona lán að gamni sínu, hvernig ætlum við að borga það tilbaka? Já, við munum borga það náttúrulega af okkar útflutningstekjum en eins og ég segi, þetta verður ekki allt nýtt til einhverja reyðslu og það ekki hugmyndin að gera það. En það ljóst að við munum þurfa að borga þetta tilbaka og ekki bara tvær leiðir færar í því, það annarkvort að draga úr ríkisútgjöldum eða hækka skatta. Nei, það líka hægt að selja eignirnar sem við erum að eignast núna. Það að segja, við ætlum ekki að setja með þessa banka í ríkiseigu aldur og ævi, einhvern veginn kemur að því. Finnst þér líklegt að þær upphæðir rökkva eitthvað nála þessu? Já, það ekkert ólíklegt að þær dugi eitthvað upp í þetta en þú verður að gáða því að við erum ekki að taka sér peninga til að setja það á eyðslu. Við erum að taka til þess að búa til varnir og viðbúnað hérna og til að nota inn á gjaldeyrismarkaðnum. Þannig að við þurfum ekki endilega að borga ekki einu sinni mikla vexti af þessu ef við draugum ekki á þessa peninga þessi lán 100%. En þegar gjaldeyrisjóðurinn segir að Ísland muni fara frá því að vera efnuð þjóð yfir að vera mjög skuldsett þjóð, við þurfum einhvern veginn að borga þetta tilbaka og ekki bara tvær leiðir, annaðhvort að hækka skatta eða draga úr ríkisútgjöldum. Þú verður að gáða því hvaðan skuldirnar koma. Þær eru að verða til núna vegna þess að við erum að endurfjármagna bankana. Það eru hundruðir milljarðar sem þarf til þess og við leggjum inn peninga í því skyni. Hugsanlega þurfum við að leggja einhverja peninga líka inn í Seðlabankann en þetta allt saman þá það kemur eign á móti í þessu. Þetta er skuld á móti eign og það er klart mál að við erum ekki að koma út á sléttu, það er alveg klart mál. Eitthvað verður að gera hérna, við vitum það alveg á umræðinu síðustu daga og hvernig þetta lítur allt út og það þarf eitthvað að breytast á Ísland og við þurfum að búa við lakari lífskjör. Hvort hugnast þið betur að draga úr ríkisútgjöldum og kannski draga eitthvað velferðarkerfinu eða hækka skatta? Sko, það verðum að tala mörg vandamál. Eitt af þeim það að þjóðarframleiðsla mun lækka og atvinnuleysi mun aukast. Leiðin til að komast út úr því að búa til atvinnutækifæri, framleiða meira, þá skapast auknar skatttekjur. Þannig að við þurfum auðvitað að fara þá leiðina líka. Við erum ekki að horfa á ríkisfjármál eða eitthvað sem algjörlega staðinað. En það alveg rétt að það kemur mikill halli á ríkissjóð núna strax á næsta ári. Við þurfum að bregðast við því en við þurfum ekki að gera það á einu ári. Við stefnum að því að koma ríkisfjármálunum í jafnvægi eins og þau hafa verið á undanförnum árum. Við höfum verið þar með jafnvægi og góðan afgang. Koma þeim aftur í það horf eftir svona 4-5 ár. 2012, er það dagsetning sem valin vegna þess að þá fyrst verðum við orðin greiðslufær aftur? Nei, það bara vegna þess að við ætlum ekki að fara í þetta af einhverju offorsi. Við ætlum ekki að skera niður almannaþjónustuna af einhverju offorsi. Við ætlum að taka okkur þann tíma sem við þurfum til að koma þessi jafnvægi. En hvað mun þetta þýða bara á mannamáli fyrir fólk? Kaupmáttur í landinu, mun hann rýrna 10% eða 100%? Fólk að spyrja sig þessu brotakvöld og vill kannski fá að vita sirka, þó þessi erfitt fyrir ykkur að svara nákvæmlega. Þetta getur hann ekki minnkað 100%, þá hættir fólk að fá laun fyrir vinnuna sína. En það verður nú ekki þannig, en það verður... Hvað erum við að tala um að við förum langt aftur í tíma? Það verður kaupmáttarýrnun. Við munum fara einhver ár aftur í tíman, vonandi ekki mjög mörg. Hvað varðar lífskjarastigið? Ég get ekki svaraði nákvæmlega. Lífskjarastigið mun lækka kannski 3-5 ár, en við verðum fljóta að ná okkur upp úr því aftur þegar við erum komin í gegnum þetta versta tímabil. Næstu 6 mánuði verða erfiðir, næstu 12 mánuði verða erfiðir. Eftir það, þegar við erum komin svona inn á árið 2010 og undir lok árs 2010, þá mun aftur fara að rofa með til og þá mun kjörin fara að geta batnað. Gjaldeyrisjóðurinn segir að það sé hætta á enn frekari lækkun á krónunni. Þú og fleiri hafi sagt að krónan sé allt of veik og eftir að styrkjast mikið. Hvernig stendur á þessari þversögn? Nei, þetta er ekki þversögn. Ég held að Gjaldeyrisjóðurinn hafi sagt að það mætti búast við því að krónan lækkaði fyrst í stað þegar gjaldeyrismarkaðurinn opnaði. Síðan myndi hún styrkjast verulega því að það er allir sammála að hún sé undir sínu eðlilega verðmæti svo sækir standa. Fólk sem með erlendlán hefur tekið svolítið skell núna og það er búið að bjóða því einhverja frystingu, en ef að ástandi verður áfram slæmt og það verður verðbólga líka, þá er þetta komið líka inn á þá sem eru með lán í íslenskum krónum. Verður eitthvað komið til móts við fólk ef þetta ástand heldur áfram í 10 mánuði, 12 mánuði, 20 mánuði?
Það verður því miður verðbólgukúfur núna næstu vikur og mánuði. Við höfum reynda verið að gangi gegnum hann. Spáin sem að við erum með og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði fram sýnir að verðbólgan verði komin núna í 4,5% undir lok næsta árs. Það hlýtur að vera megi keppikefli að komast þangað og það byggist á því að við komum tiltrú og stöðuleika á gjaldeyrismarkaðinn þannig að gengið stabiliserist, komist í jafnvægi og því að það forsenda þess að verðbólgan við náum henni. Verðtrygging, kemur til greina að afnema hana? Ég held að það sé nú ekki heppilegt. Ég var að horfa á forseta ASÍ, vera að útskýra það í sjónvarpinu hjá ykkur rétt áðan, að það hefur svo geigvænlega áhrif á lífeyrissjóðina og þær skuldbindingar sem þar eru. En hvernig verður þú komið til móts við fólk sem að getur ekki borgað láninu sínu þegar þetta verðbólguskot kemur? Það verður að taka það persónubundið í gegnum bankana og í gegnum Íbúðalánasjóð. Það er verið að veita fólki fyrirgreiðslu þar og ríkisstjórnin hefur verið að beina því til bankana að það sé fólki sé hjálpað sem að lendir í greiðslu erfiðleikum. Fólk sem óttaslegið að mun ekki geta borgað af láninu sinu þegar verðbólgan kemur og horfið fram á 10-20 dökka mánuði, getur þú sagt við þetta fólk að verði komið til móts við það? Það verða möguleikar á því, en það þarf að gera það verður eftir hvar fólk er í viðskiptum og því verður beint til lánastofnana að koma til móts við fólk til fremsta megni og Íbúðalánasjóð til dæmis mun gera það. Samtal Árna Mathiesen og Darling fjármálaráðherra Bretlands, var því lekið? Ég veit ekki hvernig á því stendur að það birtist í Kastljósinu, það kom mér mjög óvart. En þetta samtal eins og það sýnir það að fjármálaráðherrann okkar var mjög hreinskilinn við kollega sinn. Hann sagði við hann við munum standa við okkar skuldbindingar en það er ekki víst að við getum borgað allar þær kröfur sem þið setji fram. Var það ekki það besta sem gætt gert að þetta skildi verið gert opinbert? Já, það veit ég nú ekki þeir eru ekki ánægðir með það Bretarnir, þeir eru kvartað yfir því. En þetta bara, við munum standa við þær skuldbindingar sem að við á okkur hvíla, Íslenska ríkinu, en það er ágreiningu hversu þær eru miklar. Bretarnir vilja leggja á okkur miklu þyngri byrðar heldur en að við teljum eðlilegt. Þetta er sem sagt lögfræðilegur ágreiningur. Í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svo réttar ágreiningur og þá eiga menn að annarkvort að semja það eða koma þessu fyrir dómstóla. Þú segir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sagt rétt að mál Íslands og Breta komist í farveg sem báðir sættir sig við. Já. Þetta hljómar einhvern veginn ekki vel fyrir okkur þegar við vitum það að Bretar hafa náttúrulega ítök í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og eru miklu stærri þjóð en við. Ég tel að okkur hefði tekist að koma í veg fyrir að þessum tveimur málum væri blandað saman. Er það? Ég tel það. Við höfum rætt þetta mjög ítarlega og ég hef átt samtöl þarna vestur haf líka. Við höfum rætt þetta mjög ítarlega við þessa sendinefnd. Þessi uppgjörsmál við Breta og Hollendinga eru eitt mál. Lánið frá Gjaldeyrissjóðunum er bara annað mál og við viljum ekki að þessu sé En eru þið ekki hrædd að nú þetta lán er ekki komið í gegn, eru þið ekki hrædd að Breta muni beita áhrifum sínum innan Gjaldeyrissjóðsins? Við munum ekki sætta okkur við það og ég trúi því ekki að þessar stóru þjóðir, Bretar og Hollendingar, fara að beita okkur einhverju ofbeldi á þessum vettvangi. Nú komið að hálfu Bretana. Getur þú sagt við þjóðina að við munum ekki borga Bretum krónu meira en við þurfum nauðsynlega að borga? Við munum ekki borga þeim meira heldur en lög standa til. Er það rétt að Bretar þori ekki dómstólaleiðina? Já, það er ekki fullreynt, en auðvitað væri það eðlilegt að ef tveir aðilar er ekki sammála vegna þess að þeir hafa tvö mismunandi viðhorf lögfræðilega að þeir leiti til dómstóla, það er bara það eðlilega og maður hélt nú að Bretarnir væri það. En er það rétt að þið hafi sagt við Bretana að það væri bara best að útkljóta fyrir dómstólum og það hafi viðbröðum frá þeim verið það að þeir leggi ekki í það? Já, það er það sem ég er að segja við þig að það væri eðlilegast og maður hefur nú haldið að Bretar sem siðmenntuð þjóð og mikið réttaríki að fornu og nýju væri ekki feimið við það að leggja slík mál fyrir dómstóla. Ég sagði í sjónvarpinu daginn og segi það aftur við við munum ekki láta kúa okkur í þessu máli og við munum ekki láta það terrorisera okkur að þeir hafi beitt þessari terrorista löggjöf á okkur. Er það ekki bara tímaspursmál hvenær við förum í mál við Breta? Það er allt í athugun og undirbúningi en við munum fara í mál við Breta. Ég vil ekki svara því núna en við erum auðvitað að því að það er ekki, maður á ekki að segja hluti sem ekki er búið að ganga frá. En við erum að skoða okkar lögfræðilegu stöðu í þessu máli. Ef við höfum þar góða líkur á því að ná árangri þá auðvitað gerum við það. Laun bankastjórana 1,9 milljónir. Þetta eru næstu helmingi hærri laun en þú ert með. Finnst þér þetta ekki alltaf há laun? Mér finnst þetta að vera 5-10% af því sem fyrrverandi bankastjóri hafði. Ég tel að þetta sé nú mikill ávinningur að hafa að lækka launin svona mikið. En þetta er ríkisstarfsmaður. Er eðlilegt að hann sé með helmingi hærri laun næstu því heldur en forsætisráðherra landsins? Ég ætla ekki að tjá mig sérstaklega það. Það hafa verið þessi maður er að taka sér alveg gríðarlega mikilvæg og erfið verkefni. Heldur þú þessi mikilvægur og erfiðari verkefni sem þú ert í? Ég ætla ekki að leggja sjálfa mig undir í því, en ég ætla bara að segja það að miðað við það sem tíðkast hefur í bankageiranum, sem mörgum hefur hrosið hugur við, þá er þetta ekki mikið. En ég treysti stjórn bankans nýja til að taka skynsamlega ákvörðun þetta og ég ætla ekki að taka þátt í einhverju deilum um þetta. Er rétt að meta þetta einhvern veginn út frá þeim launum sem voru að því? Þau voru bara fáránleg.
ekki bara rétt að meta þetta sem laun venjulegs ríkisstarfsmanns? Já, en þarna samt ákveðna viðmiðanir út í atvinnulífið og fleira sem að menn verða að gjöra svona og taka tillit til. Ég ætla ekki að fella neitt dómu þetta, ég treysti stjórn bankans til að taka skynsamlega ákvörðun, en umfram allt þá treysti ég mjög vel þeim manni sem hefur valist í þetta starf og veit að hann mun vinna fyrir laununum sín. Takk fyrir komin, Geir. Sömuleiðis.